gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, heyrðu, það að koma kosningar, sveitarstjórnarkosningar verða í maí og meðal annars borgarstjórnarkosningar og eins og ég hef sagt hérna stundum áður þá tökum við alltaf fagnandi hérna við rauðaborðið þegar eru kosningar, það gefur okkur tíma tilefni til þess að ræða mikilvæg mál því að sumuleit erum við að draga það í gegnum kosningar, það er afstaða okkar til ýmissa mála og við erum ekki bara að velja hérna fólkið, þó gerum það líka. Og við ætlum að hafa hérna á næstunni að fá hérna oddvita úr Reykjavík og svo kannski líka úr öðrum hérna stærri sveitarfélögum hingað að borðinu til þess að ræða sveitarstjórnarmál og viðkomandi sveitarfélag. Nú ætlum við að ræða borgina og hingað eru komnir oddvitar. Það er Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er oddviti á ónefndum framboðslista. Oddviti vinstrisins. Vinstrisins? Við skulum segja það. Mér finnst það hljóma svona eins og það make sense. Hvað komið bókstafur? Ég er bara að segja hérna óformlega en ég meina að þú veist fyrir vinstrið. Það mun duga okkur hérna í þessu spjalli að oddviti vinstrisins og Pétur H. Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Hvernig finnst þið það að hún segist þér að fara á vinstrinu? Samfylkingin vill ekki vera vinstri eða hvað? Nei, Samfylkingin náttúrulega er búin til úr vinstri og miðju og einhver svona hægri krötum. Við bara fögnum öllu góðu fólki og góðum hugmyndum. Ef ég myndi segja að Samfylkingin er vinstriflokkur, myndur þú veira fyrir mig og segja nei, við erum miðjuflokkur? Ef ég myndi segja að Samfylkingin er miðjuflokkur? Nei, bara í sömu málum, þú veist, ég veit ekki alveg hvar við erum að staðsetja okkur, þú veist, það er augljóst að við erum jafnaðarflokkur og stundum er einhvern veginn pendúllinn til hægri og þá þarf að draga það tilbaka í átt að vinstri og ég held að Samfylkingin vilji leggja áherslu á fólk sem er á jaðrinum og kannski á erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Og það er nú oft talað um að það séu vinstrimál, meðan stundum er þetta kannski bestu fjárfestingarnar fyrir framtíðina að hjálpa fólki á fætur og reyna að koma í veg fyrir ómikla gjá sem manni finnst stundum er að myndast og ekki bara á Íslandi, bara yfir höfuð. Kláðu þar bara stéttaskiptingu. Stéttaskiptingu og það er ekki gott fyrir neitt samfélag. Og ég held að engum líði vel í þannig samfélagi. Þannig að ef það er vinstri, fæn, þá erum við vinstri. En svo eru kannski önnur mál sem kannski eru meira. Þú segir ef það er vinstri, Sanna, er það vinstri? Sko, auðvitað viljum við gott kerfi sem að grípur okkur öll, en við viljum líka sem vinstri vera með kerfi þannig að fólk sé ekki að detta það oft að við þurfum að grípa svona rosa oft. Því að greinlega eitthvað að kerfinu, ef að fólk er að upplifa að það sé ekki með allt sem það þurfi til að lifa góðu lífi. Þannig við viljum ekki laga kerfi endilega plástraða innanfrá, heldur vera með nógu bara gott samfélag, þannig að það sé ekki að detta út um allt. Barnafjölskyldna, venjulegs launafólks og það þurfa að bæta til þess að ef ég skilur rétt, að það sé ekki vinnuþrælku sem að leiði til þess að fólk verði öryrkjar og þar framtíð gott. Þetta meina það? Það er rétt skilið. Sammála þessu? Já, það sjálfsögðu. Í einu fullkomna heimi þá getur maður komið í veg fyrir með kerfisbreytingum að slíkt gerist. En svo er náttúrulega bara heimurinn og lífið er bara dýnamískt. Við erum með 20% reikninga innflytjendur í dag sem er að koma kannski ný til landsins og það er erfitt að byrja að fóta sig og það er mjög mikilvægt og aftur með fjárfestingu í framtíðinni að grípa þetta fólk strax. Þannig að við höfum séð dæmin bara frá Skandinavíu og bara allstaðar að innflytjendur eiga þess erfiðar uppdráttar til að byrja með eðlilega. Bæði er fólk að koma til nýs lands og með lítið svona netverk í kringum sig og oft á tíðum að koma úr erfiðum aðstæðum og þetta þurfum við að grípa og það er fullt af börnum í dag sem eru ekki að fá þá aðstoð sem þau þurfa í skólakerfinu og eru ekki að nýta sér frístundastyrkina og eru þar alveg ekki að stunda tómstundir og íþróttir og þetta er, ég er alveg viss við séum sammála þarna, menn að þetta er eitthvað sem við þurfum að bregðast við og þetta eru áherslur, það eru aðrir flokkar sem munu ekki leggja áherslur á þetta en þetta er grunn svona prinsipið í jafnaðarmannahugsjóninni þó svo við kannski förum aðeins meira inn í atvinnulífi. Það þarf sterkt atvinnulíf líka til þess að þetta allt virki. Ég ætlaði nú ekki að vera með svona merkimiða pólitíkar þetta víst kallað, að vera að reyna að setja merkimiða en það er bara gaman að því líka. En af því að þú kemur svolítið, þú varst einu svona í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og kemur þarna og hálf mismælir því fyrst að þú kannast við þetta.
Ég er búin að gleyma þessu. Ertu að tala svona vegna þess að hvaðan þú kemur? Af því að ef ég væri að ráðleggja þér, þá myndi ég segja að þú kemur frá hægri, þá ertu að tala til vinstri. Ef það væri öfugt, þá myndi ég gera það öfugt. Í þessum jafnaðarmannaflokki sem ætlar að vera allt fyrir alla og bara miðflokkur og lofa bæði til hægri og vinstri. Ertu að tala svona vegna þess hvaðan þú kemur? Nei, hvaðan ég kem, hvaðan þú talin? Ég skil hvað ég meina. Nei, alls ekki. Þú veist, þetta er bara staðföst trú mín og ég held að við Reykvíkingar og bara Íslendingar allir, við viljum samfélag jöfnuðar. Ég held að það sé þannig. Við viljum hafa þetta norræna velferðarmódel sem hefur búið til eitthvað bestu samfélag í mannkynssögunni. Það hriktir aðeins í þessum stóðum. Þeir sem að ráða vilja það ekki. SA vill það ekki, viðskiptaráð vill það ekki. Já. LIU eða hvað heiti í dag vilja það ekki. Ég er nú vissum að ég er ekki vissum það, en ég trúi því að flest fólk sem er í ráðandi stöðu hafi nú kannski séu með einhverja sýn á framtíðina það sem er jöfnuður. Ég held að það vilja enginn hafa ójöfnuð. Ég held að flestir viti og flest fólk átti sig á því að það býr til vond samfélög. Þannig að það er bara eins svona sikur leiðin að mögulega sama markmiði. Þú kannast við svona, þú ert með svolítið aðra afstöðu, þú lítur á það ykkur öfl í samfélaginu sem að vilji ekki það sem almenningur þarf mest á að halda. Finnst þér að Pétur tali svona sér svolítið næf í þessu að allir séu raunverulega góðir innst inni og við getum treyst þess að... Sko við erum bara kynnast, þú múið ekki byrja svona, við erum aldrei heitt áður sko. En hún hefur heitt áður fólk sem að, við könnumst alveg við þetta, sem að tala stéttaskiptinguna, en vilja eru svolítið blind á því það er eitthvað hinum einn sem að vill aukna stéttaskiptingu. Það er ekki tilvíljun og það er munurinn kannski á þér og mörgum í samfélkingu. Ég spyr. Mér líður einmitt eins og ég hafi mögulega hitt þig, en það er bara á skjánum. Þannig að maður er stundum þegar maður sér fólk í fyrsta skipti, bara var ég búin að sjá hann eða bara í sjónvarpinu. En já, þetta er í fyrsta skiptið einmitt. Sko, ég myndi einmitt segja að við viljum einmitt, þú veist, að sýna okkar beggja, við viljum gott samfélag, það er svo gott að búa, þú veist, börnin komist í leik og grunnskóla, fái þann stuðning sem þau þurfi, við séum með gott húsnæði og heimili og bara svona gott nærumhverfi. Og allir sem virtir. Einmitt, þú veist, að við séum bara í góðu samfélagi og höfum þennan grunn sem við þurfum til að geta byggt upp einmitt lífið. En til þess að það verða veruleika að þá þetta kosta það. Ég meina það kostar að byggja upp skóla, það kostar að vera með sundlaugar, það kostar að fá stuðningin í skólana, það er bara ýmislegt sem kostar og við vitum það. Þannig að við svona búum í veruleika þar sem að við erum öll að borga inn í eitthvað svona sameiginlegan sjóð, inn í pott af laununum okkar, jafnvel sko ungi foreldrar sem eru í fæðingarorlofi að greiða þá af þeim tekjum inn í þennan sameiginlega pott, svona skattur til nærsamfélagsins og það á einhvern veginn að standa undir þessari þjónustu. En svo vitum við bara að það er hópur í samfélaginu sem hefur það mjög, mjög gott og þá er ég ekki að meina kannski einhver sem á, þú veist, einhverja milljónir á bankabókir að tala fólk sem er alveg með, sko, mjög háar uppær á bankabókinni sinni og það lifir af fjármagnstekjum, er sem sagt ekki í svona því sem við köllum hefðbundin vinnar, þar sem fær launatjekka og það er ekki rukkað, sem sagt það þarf ekki að borga eins og allt annað fólk í samfélaginu útsvar til samfélagsins. Þannig mér finnst það gríðarlega mikið óréttlæti sem einmitt sko viðheldur þessum ójöfni. Þannig að ég held að sé alveg hópur sem vilji dálítið passa að þannig verða áfram. Að það sé einhvert svona toppur í samfélaginu sem hafi það mjög gott. Sem að bara byrju af hverju ég að taka þátt í samfélaginu. Ég vil bara verja minn auð og það finnst mér hræðilegt og það finnst mér hryllilegt og það finnst mér eitthvað sem að við sem sko sveitarstjórnarfulltrúar sem höfum áhuga á því verðum að tala skýrt og skýrt fyrir að breytist. Það bara gengur ekki og þó við getum ekki breytist í borgarstjórn, þá getum við verið háar og einmitt tala við ríkisstjórnina. Er þetta ekki eitthvað sem við verðum að gera? Ríkið hafi réttlæti sem er nauðsynlegt að hafa til þess að geta byggt upp þetta norræna velferðarkerfi. Allir borgið til samfélagsins en einkum þeir sem eru aflögufærir og síst þeir sem er ekki aflögufærir eins og ég skilst af dæmið þarna með fólk í fæðingarorlofi sem er að borga af sáralitlum tekjum til þau borga en ekki sá sem er með miklar tekjur. Sann er nú búin að vera með lagt áherslu á þetta í nokkur ár.
hljótum að sjá að þetta eina viti, sko. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem að við verðum að bara halda áfram tala fyrir og ná einhverjum breytingum í höfn, sko. Herðu, það hérna eitt hitamál sem áeiginlega afgreiða fyrir kosningar sem í borginni. Það eru leikskólamálin sem í einhverju úlfakreppu hérna í Reykjavík og sömuleyti það einhver leyti heimatilbúið mál. Það boðað lausn og svo hún dregin tilbaka einhvern veginn sem það er ekki gott. Stjórnunarráðgjafi gæti kvartað við þessu. En vandamálið samt til staðar að leikskólakerfi gengur ekki upp. Það vantar annarkot pening til þess að ráða fleira fólk ef það hægt að ráða fleira fólk. En það allavega þannig að miða við styrkingu vinnutímas og eitthvað fleira að þá verður að bregðast einhvern veginn við og tillaga Reykjavíkurborgar svipuð eins og hún kom fram sem var gerð í einhverju sátt allra flokka skils mér upphaflega í svona anda þess sem hefur verið kallað Kópavogsmódelið en líka búið að gera á Akureyri og víðar sem það að bara stytta vissunatíman og sumuleyti má orða þannig að velta vandanum yfir á foreldra. Hver ykkar afstöð þessu? Hvað viltu gera í leikskólamál? Sanna. Já, hópurinn sem að lagði fram þessa tillögur, hann búinn að liggja yfir þeim athugasemdum sem bárust og ég veit að þau hafa gefið sér tíma. Ég har raunverulega bara farið við það, hlusta á það gagnrýni sem kom fram þar. Hann býst við því að verið bráðum kynnt ný leið í þessum leikskólamálum sem að einmitt tekur þó tillit til þess sem að fólk var að gagnrýna. En ertu raunverulega bjartsýn á það vegna þess að gagnrýnin svo ólík að ef þú ætlar að ég hef hlusta á hana sko og ef þú ætlar að raða saman lausn út úr því það bara ekki hægt fyrir mér. Þetta bara eins og Úkraína og Rússland það er ekkert samið frið ef þú skoðar gröfur beggja aðila. Þetta snúið og það væri ekki heiðalegt af mér að vera bara eitthvað já þetta bara ekkert mál og við kærum þetta í gegn. En sko auðvitað þá þurfum við bara dálítið að skoða stöðuna eins og hún og það auðvitað þessi stytting vinnuvikunar og ég held að sé líka bara gott næsta skref, svo ég haldi áfram í svona starra samhenginu. Mér finnst líka að atvinnulífið og atvinnurekendur þurfa alltaf að taka þátt í þessu samtali með okkur. Bara ætlum við ekki að búa til samfélag þar sem að foreldrar geta verið með börnunum sínum en þeir séu ekki hlaupandi á milli starfa. Þú veist, mér finnst það alveg líka vera eitthvað spurning sem að mætti alveg oftar koma fram. Þú veist, eiga þetta að vera sveitarstjórnir sem einhvern veginn einar að reyna að láta þetta Þið sittu uppi með þetta núna. Þú veist, auðvitað berum við ábyrgð, það er rétt og það er satt, við berum ábyrgð og við þurfum að finna leið til að létta álega af starfsfólki. Það hefur verið talað um mönnun en það hefur líka verið talað um þessi erfitt að manna þannig að þó að það væri kannski vilji til þess að þá er fólk ekki að koma út af kannski aðstæðunum sem eru svo streituvaldandi. Þess vegna þarf að fara að breyta þeim svo fólk sé síðan tilbúið að vinna en þá þarf að einmitt bara að venda þá hópa sem að geta ekki hafa engan sveigjanleika í lífi sínu til að mæta einhverju svona óvæntum aðstæðum. Svo gengur illa manna en það tekst að manna með innflytjendum og þá kvartaði við því. En það er líka eitt sem þarf bara að taka tillit til eins og íslenskukennsla og hún sé viðeigandi og hún sé aðgengileg að það sé eitthvað sem við erum líka með inn í þessu öllu saman. En Sanna, þeir eru út að vísa í atvinnulífi okkur fleira því að við stundum talað um þessi leikskólamál hérna og niðurstaðan er svo er þetta ekki ekta svona mál þar sem ættum við að halda bara þjóðfundin í Laugardalshöll? Jú. Því að það verður að koma atvinnulífi, ríkið og sveitarfélögin og fagstéttirnar og allt saman þetta er svo miklu hnút að við verðum eiginlega að búa til nýja þjóðarsáttmála. Það er ekki að fara að gerast fyrir lok febrúar þegar stjórnendur leikskólanna er að hóta bara aðgerðum á móti ykkur. Mér finnst þetta að við þurfum að bregðast við stöðunni eins og hún er og koma með ykkur úrbætur. Þú trúa því að þessi hópur komi með viðunandi Svo þurfum við þetta bara að bregðast við því. Þú veist, ef það er einhvern veginn innleitt og við þurfum að fylgjast með. Ég myndi spá því. Ertu búin að sjá þetta? Nei, ég bara segi, ég hef hlustað á ólík sjónarmið og þegar ykkur ætlar að koma með sátt inn í, sérstaklega þeir komið svona mikil hit í umræðina og alls konar sjónarmið, önnur búin að blandast inn í þetta, pólitík og ágreiningur innan verkalýsreifingar og fleira. Þá segi ég nú bara sem svona gamall maður að ég reikna með því að verða háað í kringum, alveg sama hver tillagan verður. En sko núverandi staða gengur ekki, það vitum við. Nei. Það er álag og það þarf að bregðast við því og ég er tilbúin til þess. Okay. Pétur, þetta er mesta hitamálið í dag í borginni? Já, absolutt. Þú sagðir þetta væri eins og að leysa Úkraínu-Rússlandsdeiluna. Munurinn sá að ég held að við áttum okkur öll á því hvað þetta er mikilvægt. Þetta er mikilvægt og það eru nokkrir hagsmunaaðilar sem hafa í rauninni það samt sömu hagsmuni.
Það eru foreldrar, það eru börnin og það eru leikskólakennararnir og svo eru það atvinnurekendur. Það vilja allir þetta kerfi virki. Ég verð að taka það fram að það er alltaf ákveðin óheppni hjá ykkur í meirihlutanum og síðustu ár öll þessi miklu vandamál. Þannig að það hefur verið að loka skólan. Það er nú einn hluti af vandamálinu, bara hvað þessi skólar hafa verið að mikla og það hafa verið að flytja fólk á milli og flytja leikskólana á milli staða. Það er nú eitt bara svona sérstætt vandamál. Síðan er það mönnunarvandinn. Ég held að við á Íslandi við viljum gera eins vel og mögulegt við leikskólakennara. Ég held að við áttum okkur á því. Ég get andað þessu að því að þú skoðar það, þá það ekki svo. Nei, en sko... Áherslan skolið það þekkja og stendur í ykkur bók. Ég veit það, en þú ert sko... ég held að við áttum okkur á því og sérlega núna þegar þessi umræða er orðin svolítið hávær að ef leikskólakennara færu í verkfall, hvað myndi lama samfélagið ef lögfræðingarnir sem væri að semja fyrir vinnuveitendum myndi færi í verkfall. Það myndi ekki skipta henni máli. Þú veist, það er ég held að þetta kenna okkur aðeins þessi umræða sem er bara mikilvæg umræða leikskólamálin að þetta er eitthvað sem við viljum öll í Reykjavík og bara öll á landinu viljum að virki. Það sem ég er alltaf hissa á meirihlutanum núna á síðasta kjörtímabili, það er einhvern veginn hvernig við mistaðis samtali við leikskólakennara. Þú veist, það var bara fyrir helgi eru 60 leikskólakennara 63 leikskólastjórar sem eru rauninni bara að punda á ykkur sko í meirihlutanum og það er náttúrulega Reykjavíkurleiðin sem var kynnt á þeim sínum tíma. Leikskólakennarnir voru tiltölulega sáttir við þá útfærslu, hún fer tilbaka og það virðist vera svona utanfrá, ekki neitt samtal. Að missa þetta í þetta finnst mér eitthvað... Það eru margir sem eru ósáttir og Villi Birgis var í vikulokunum á RÚV og var að vísa í könnun sem hefur verið gerð á Akureyri sem hefur verið með sviparaðgerðir. Þar kemur fram að sko verkafólkið og þeir sem eru með minnstu tekjurnar að vandinn bitnar harðast á þeim. Vegna þess að þau bara ráða bara ekki við að vera í fullri vinnu og beygja sig undir þessu klub. Og þetta það er svo dýrt að því að þá þurfa að kaupa sér auka vistun og það eiginlega borgar sig ekki og það þekki allir sem eru með svona jaðarlaun sko að þá eru skatturinn meiri og þá getur þú kannski grafið undan húsnæðisbótunum og alls og svo eru bætist við að það eru refsingar fyrir að vera með barni lengur og það bara borgar sig ekki að vinna. Nei, það er akkurat málið. Þú veist, meðan leikskólar eru opnir 42 klukkutíma á viku. Sko vistin er hámark 42,5 klukkustund. Já, og hámarks, eða með styttingu vinnuvikunar er 36 tíma vinnuvika. Þannig bara vantar eitthvað upp á. Og ef við ætlum að fara að taka Kópavogsleiðina á þetta og bara rukkar fyrir hvern einasta tíma eftir 36 tíma, þá mun það bitna á þeim sem verst hafa það í samfélaginu. Og aftur bara hvað við byrjum að tala með stimpilin og enninu, með jafnaðamannin, þá gengur það ekki upp. Við verðum að hugsa leiðir til þess að fólk sem er í lægst launuðustu störfunum, sem er oft minnsta svigrúmi til þess að hlaupa frá, þá verður að passa på þetta. Ég veit að ég held að í Kópni, í Mosfellsbæ, voru við með svipaða leið og Kópavogur. Það ekki þá... Ekki alveg. Nei, hún er svolítið öðruvísi. Já, mér er oftur að benda á hana. Já, það er bara ekki rukkað fyrir þetta. Það er bara að þú verður að tilkynna hvenær þú munt koma að sækja. Þú hefur rétt á okkur ákveðnum tímum, þú tilkynir það. Þannig að sko, það var tilkynningarskylda á foreldra og forráðamenn barnanna og það bara gekk upp í Mosfellsbæ. Munurinn í Kópavogi þá þarf þetta að borga fyrir alla auka tíma. Þetta getur verið, ég nú ekki séð þessi drög sem þið munu kynna núna væntanlega á næstu örfáum dögum væntanlega. En það sem mér fannst mikilvægt er að það yrði farið vel yfir allar athugasemdina sem komu, af því þær voru margar og athugasemdi kannski ekki rétt orð, bara hávær mótmæli jafnvel frá mörgum. Mér finnst það eðlilegt að sé gefin tími og bara virkilega farið yfir það sem að fólk er að senda inn, svo að íbúar upplifi bara, ok, þetta er samráð, þú veist, við segjum eitthvað og fólk gefur sér actually tíma í að lesa það sem við erum að segja og taka afstöðu til þess. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og ég veit að það hefur... Það mikið verið kvartað í borginu sýndarsamráð, það er úttakað til á Íslandi, sýndarsamráð. Algjörlega, af því það er mjög fúlt ef þú ert að nota fullt af þínum tíma sem þú kannski hefur ekki og vilt ekki vera notan í einmitt að segja hvað tillögur frá stjórnvöldunum séu hræðilegar, að það sé þá allavega
þakka fyrir með því að gefa sko, þú veist, fólki þá virðingu að fara vel yfir það sem að þau voru að senda inn og mér finnst mjög mikilvægt líka að borgarfulltrúar séu í tengstum við íbúa, tengstum við þau sem er að segja og starfsfólkið og ég hringdi einu sinni hérna í leikskólastjóra og spurði bara maður koma og vera hérna í einn dag og það var bara ótrúlega athyglisvert og ég hefði ekki getað sko lesið þetta í einhverju bók að vera þarna síðan í alvörunni og sjá bara eins og emmitt hvað sum lítið börn voru bara rosa lítil að þau var svona uppvatnateild og ég bara þau eru svo lítil þannig að þú veist eftir daginn ég hugsaði bara og það er fólk sem að gera þetta alla virka daga og ég var bara magnað þetta en þú veist svo vitum við bara þó að séu ánægja með leikskólana þá eru barnafjölskyldur bara í ströggli eins og ég var að tala við hérna unga barnafjölskyldu og hérna þau eru sko með 2 börn yngra barnið hjá dagforeldri og hitt barnið á leikskóla ekki sama hverfi það er grunamaður einmitt það er svona miklu og raka vandamál og viðhaldsskuld spila inn í þannig að þau eru að hætta fyrr í vinnunni til þess að geta einmitt keyrt til náðu barnið og verið samt að greiða sko 170.000 fyrir dagforeldri eftir niðurgreiðslu. Herðu, svo þriðja barnið á leiðinni. Svo spyrði ég þau. Og þá þurfum við að skipta húsnæði og þá byrja nú vandræðin. Og þú veist, það er svona, þú veist, við viljum auðvitað vera barnvænt samfélag og að barnafjölskyldur sé ekki í ströggli og svo hefur við verið svona að stoppa fólk og spyrja hvort ég megi taka þau upp í stutt viðtal, bara dreifa sögum þeirra og röddum þeirra. Og ég tek eftir að barnafjölskyldur eru svona mest hikandi við að láta taka þessu upp. Ég veit ekki af hverju það er. Mér finnst það athyglisvert. Mjög athyglisvert. Þetta mín reynsla líka. Við vorum að reyna að gera svona greinaflokk fátækt og svona basl, unga fólkið í basli var svona draumur sem við okkur langaði til þess að kortleggja því að við erum varfið það og það er verið að grafa undan sko lífskjörum barnafjölskylduna sem ég held að sé mjög óskynsamlegt í samfélaginu. En við erum varfið þetta sama. Þetta er eiginlega sá hópur sem var síst til í að koma og ræða sína stöðu. Ég veit ekki okkur það er, kannski að fólk bara á jaðri vinnumarkaðar eins að koma inn og það er ekki, ég veit ekki alveg, minnst að maður rannsaka. Það er aldrei að sko, barnafjölskyldur væri tilbúin að gera hvað sem fyrir börnin sín sko, væri tilbúin að koma fram og berjast fyrir sínu. Já, þú vilt ekki koma fram og að viðurkenna upp á því fátækt eða erfiðleik og bast og þú telur þá að þú setja að draga niður hérna foreldra ímyndin að gagnvart barninu og horft öðru í svo barni, ég veit það, ég getur verið alls þetta er hérna sem við verðum að ná að ræða því það er alltaf verið að svona, ég meina þetta er fólk sem er á jaðri vinnumarkaðarins, nýkom út og námi, skuldar mikið, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, annað hvort kemst ekki innar eða er að borga, og er að borga háa leigu eða þá að það er að borga sko mestu, skuldar mest, húsnæðisláninu og er með hæsta húsnæðiskostnaðinn. Og síðan er alltaf verið að rukka alltaf meira og meira af börnunum. Það er svo nefndir áðan frístundakortið, það er alltaf dýrar og dýrar í tómstundina sem börnin eru með. Það kerfi einhvern veginn hefur orðið þannig að búið að markaðsvæða. Þannig það er ég held að sko barnafjölskyldur í dag standi ver fjárhagslega í samanburði við aðra hópa í samfélaginu. Við talum ekki svona fólk sem að börnin eru farin að heiman svona 55-60 plus. Heldur nokkuð tíma en á mína lífstíð. Ég held að. En ég held að sé bara margt í kerfinu líka sem þurfum við að sko snúa eins við og hugsa með öðrum hætti eins og við vorum að tala frístundir áðan og hvað er orðið rosa dýrt að taka þátt í frístundum. Þá einhvern veginn kemur umræðan að það er bara að hækka frístastyrkin. En maður spyr bara af hverju er svona dýrt að taka þátt í einhverju skipulegu frístundastarfi. Er það ekki vandamálið? Frekar en að við þurfum að vera með einhvern veginn herri tjekka til barnafjölskyldna og íbúa svo þau geti tekið þátt í þessu ómögulegu kerfi sem kostar rosa mikið og það er æfingagjöld og það er einhver ný föt og ný skór sem þurfa að kaupa og svo farið einhverja keppnisferð út á land og svo þurfa foreldrar að taka þátt og þetta er bara, þú veist, þetta er alveg, mér finnst þetta, þú veist, við þurfum að skoða að það eru bara fleiri leiðir sem standa okkur til boða. Við þurfum ekki að vera föst í einhverju einni hugmyndi eitthvað, já, hækkum bara frístundakortið. Þú spyrjum okkur bara raunverulega spurningar bara hvernig gerum við samfélagið barnvænt. Þurfum að hugsa starra, þurfum að hugsa öðruvísi. Þannig að allir hafi aðgengi að einhverjum tómstundum. Það er heilt það, sko, þegar frístundastyrkurinn hækkaði, þá hækkuðu bara æfingagjöldin mjög fljótlega eftir. Saman með húsnæðisbætur, það fara bara beint í leigusalan. Já, einmitt. Herðu, húsnæðismál, það er rannsóknir á þeim sem að standa veikt í samfélaginu, öryrkjar, lágtekjufólk. Þá er staða húsnæðismarkaði er það sem að ræðu mestu vondastöðu fólks, grefur undan lífskjörum. Þeirra hópa sem að síst skildi.
Pétur, hvað ætlar að gera í húsnæðismálum? Hvernig ætlar að bjarga eða bæta húsnæðiskreppuna sem að bitnar harðast á ungu fólki, láglaunafólki, öryrkjum og tekjulágum? Ég held að bara svo leið sem hefur verið farin núna undanfarin ár að leggja áherslu á óhagnaðardrifna uppbyggingu verður að halda áfram samhliða hinnu, þetta verður að ganga saman. Það verður að setja í samhengi við það að við erum búin að ganga í gegnum svona hálfgerða kreppu. Þú veist að peningar hafa verið mjög dýrir, þannig að það hefur ekki verið mikil uppbygging á fasteignamarkaði. Það hefur verið rosalega erfitt að fá greiðslumat, að fá lán í bönkum og þess vegna hefur þetta allt bara legið niðri. Það eru örugglega, þú veist, hátt í 5.000 íbúðir sem eru tilbúnar til uppbygginga en hafa ekki farið að stað á síðustu árum. En fólki sem ég nefndi þá hefur ekki efnað þessum íbúðum? Nei, inn í þessu eru líka óhagnaðardrifnu félögin sem hafa ekki farið að stað með sitt. Þannig að það eru, ég held að séu tækifæri framöndan, ég held að við munum halda, Reykjavík hefur ekki byggt meira á síðustu 5 árum nokkuð tíman áður. Þannig að það hefur verið mikil uppbygging. En það þarf að halda áfram. Ég var nú með verkefni sjálfur sem var eins og fræktir, sem var það var hagnaðardrifið, en það var eins vegar fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og þá er samningu við Reykjavíkurborg bara nákvæmlega hversu hátt eða hvað íbúðunum mátti kosta. Það þarf að finna leiðir svona að hjálpa fólki inn á húsnæðismarkaðinn og ég held að þurfa bara fjölbreytta leiðir í þessu og ég hef alveg trú að einkaframtaki gæti mögulega hjálpa til við þetta með þínu opinbera kerfi. Þannig að það eru eins og með þetta eins og umferðina og umferðina á álagstífum, það er engin ein patentlausn. Það væri eitthvað sem kemur með patentlausnina, ég myndi vera mjög skeptískur út hún væri svo eina rétt. Veikleikin sem að þú ert að sumulita að gera er að segja að við erum í réttu stefnina, ávistirnir eru bara ekki alveg komnið fram, rétt handa við hotnið sæluhús og það er líka alveg eins og þess sem að kemur með töfralausnina, að það getur verið erfitt fyrir þig að koma fram með að raunverulega er stefnarétt, en akkur er þá húsnæðiskreppa. Það er bara, hún hlýtur að hætta bara mjög fljótlega og eldi mig. Ég skil hvað það segja. Það er ekki að segja eitthvað aðeins skýrara, Já, það hefur samt komið kreppa, það hefur verið stopp í uppbyggingu og meðan það er stopp í uppbyggingu Hvað gerir við þá? Nei, þetta mun, meðan vextir eru mjög háir, þá eru bara fáir að byggja. Hvað gerir við þá? Þetta er að lagast. Þegar vextirnir fara niður? Já, ég meina að vextirnir fara niður, við erum bara búin að gangi smá kreppu og meðan kreppa þá er erfiðir tímar. Það eru erfiðir tímar og því miður leggst það alltaf vest og þá sem vest hafa það. En það horfir allt í betri vegar í þessum málum og ég er vissum að uppbyggindur á fasteignum bíða spenntir að fá að byggja á sínum lóðum. Það er fullt af lóðum sem þegar verið úthlutað á síðustu árum sem er ekki byrjað að byggja á. Það eru stór hverfi í uppbyggingu. Hálfbyggð hús verið lokus. Já. Og bara gengið frá þeim, þannig að þetta geyma þau í nokkur ár. Já, einmitt. Og það hafa verið gerðið eitthvað samningar í Reykjavík núna að það er að gera meiri kröfu á uppbyggindur, að þeir geti ekki bara hangið á lóðinu sem endalaust og er ekki eitthvað dæmi núna sem eru að taka lóðið tilbaka. Við erum að skoða bara hvernig getum við gert það að loksins komið inn í lög, svona að þú veist, ef það er ekki byrjað að byggja. Já, komið inn í samninga hjá Reykjavíkurborg. Já, ég veit allavega að það var markmiðið, þannig að bara frábært að það komið, Sanna, ég spyrir þig líka, það er húsnæðismálin er það sem grefur mest undan lífskjörum þeirra sem standa veikt í samfélaginu. Hvað ætlar að gera í því? Eins og ég sé þetta, þá hefur stefna síðustu ára einmitt ekki verið að virka og það er ekki hægt að treysta á að við getum áfram með sömu leiðir af því þær hafi ekki verið að skila þeirri niðurstöðu sem við viljum og það er öruggt húsnæði fyrir okkur öll. Þannig að þess vegna höfum við einmitt núna samstarfsflokkarnir verið að leggja áherslu á að fjölga félagslegum leiguíbúðum, fara í ennþá meiri uppbyggingu með óhagnaðardrifnum félögum, sem sagt verkalýðshreyfingunni. Það sem mér finnst mikilvægast í þessu er að borgin byggi sjálf og þarna erum við ekki að finna upp hjólið. Þetta er þekkt til dæmis í borgum í kringum okkur að borgin sé þá í þessari uppbyggingu
og ég sé jafnvel fyrir mér að það geti verið sko náður lengra en einungis til þeirra sem að hafa verst, sem eru þá metnir í þörf fyrir félagslegt húsnæði út frá þá tekjuviðmiðum og félagslegri stöðu. Mér finnst bara eðlilegt að skoða, getum við verið að byggja fyrir fleiri hópa og mér finnst mjög mikilvægt þegar við tölum húsnæði sem að þá hefur opinbera að byggja, að það sé gott húsnæði, að það sé vandað, að það sé fjölbreytt, að það sé alls konar í öllum hverfum, öllum stærðum og ekki vera að skerða einhver gæði fyrir að það fylgir geymsla með íbúðunum, það séu góða svalir eða pallur. Það sé litríkar íbúðir í litríkum húsum, það má. Bjarg litrík hús en það ekki geimsla. Það ekki geimsla, af því þau eru að byggja innan einhver svona ákveðins veruleika sem bara erfir og þau eru að reyna að ná sem mestu fram fyrir sér fólk sem að kalla eftir húsnæði og vill bara fá húsnæði sem fyrst. Þannig ég myndi segja að borgin verður að byggja. Hvað meinarðu með því að borgin verður að byggja? Verður að byggingafélag Reykjavíkur þar sem að ég sem trésmiður ræði mig hjá borginni til þess að fara það? Já, það er alls konar leiðir í þessu. Pétur Rak, byggingafyrirtæki, hann ætlaði bara að ráða verktaka til þess að byggja. En félagsbústað, þeir ráða ekki verktaka til þess að byggja í dag. Þau kaupa bara af tilbúnar íbúðir af verktökum, ekki? Þannig að næsta skref væri það að þeir myndu ráða verktaka til þess að byggja fyrir sig. Þú ert að fara að tala um að byggja borgin sjálf sem er byggingafyrirtæki. Já, það alls konar leiðir í þessu. Þetta getur borgin sjálf verið og ráða fólk eða sagt bara, við viljum svona húsnæði, þá líta svona út á þessum stöðum. Þannig að við bjóðum það kannski út. Sósíalistar hata ekki orðið útboð, það alls konar leiðir hægt að fara í þessu. En að bara borgin daldið svona, stígi ákveðnar inn í þetta. Sé bara með skýrar kröfur, skýra sín. Þetta það sem við þurfum, þetta það sem við viljum, við ætlum að gera svona og núna vantar einhver til að koma þessu í framkvæmd fyrir okkur. Af því það mjög skrítið að við séum einmitt að líta á húsnæði heimili fólks sem hagnaðardrifna vöru, að einhver getur grætt á því massíft að byggja upp fyrir fólk og líti jafnvel á þetta bara eins og sé einhverjum persónulegum matadorleika safna íbúðum. Mér finnst það bara mjög skrítið. Einhver getur átt margar íbúðir á meðan fólk ekki með neina íbúð og þetta bitnar bara á og loksins síðan að því að þetta svo súrt kerfi sem skila sér náttúrulega byggingaréttagjald líka. Þannig er þetta búið að vera. Þeir sem efnað meiri kaupa íbúð og leigja hana út og fá tekjur á því og kaupa svo næstu íbúð og ég meina ekki 60% af leigumarkanum eru bara svona einstaklingar, velsettir þá einstaklingar sem eru að leigja oft á mjög háu verði til náungas. Mér finnst þetta eitthvað sem þurfum við að skoða, Þetta leigu þak þá. Já. En borgin getur ekki gert það, en auðvitað ég vil bara tala fyrir þessi eðlilegt leiguverð og eitt sem ég ætla að segja líka er byggingaréttagjald, að því þú þarft að borga fyrir að byggja og maður hlýtur að trúa því að það fari út í íbúðaverðið og af hverju eru að rukka svona hátt verð fyrir að byggja, það kannski að því að okkur vantar tekjur, að því við erum ekki að rukka ríkasta fólkið, þannig að ég held að við myndum leysa margt með því að rukka allra ríkasta fólkið. Með því að leggja gjöld á bygginguna, þá eru við að rukka fólki sem er að fara að kaupa þar og búa þar og svo til að vera betra að þessu ykkur aðri sem borga tekjurnar inn í. En eru þið á móti því að borgi byggi? Já, það fyrir eftir hvernig maður bara hugsa þetta. Ég held að borginni ekki að vera með byggingafélag sem byggir sjálft. Ég held að það sé ómikið risk og ég held að við værum ekki góði í Malbyggunastöðina Jú, einmitt. Það gekk nú vel úr tímabili með hana, það er eins verið núna. En þú veist ekki að borgin markaðurinn á að sjá þetta? Takk, nei, óhagnaðardrifnu félögin muni halda áfram. Það verður með forkaupsrétti hjá einkaaðilum mun halda áfram. En ég er ekki alveg fjarlægur þeirri hugmynd að borgin eigi uppbygginguna og bjóði út og það þetta bjóðið út á evrópska efnahagsvæðinu eitthvað tilbúin að byggja þessa blokk fyrir 3 milljarða og svo bara koma 5-6 aðrar að bjóði þetta og það mun ekki fara fram á áætlun en það þarf að eyða tíma og peningum í að skipuleggja hanna og gera þetta vel og annað skera borgir mjög víða heiminn, þetta er ekki þetta er ekki alveg nýtt Vínarborg Vínarborg er frægt dæmi sem að byggt upp þið getið farið bara á vefinn og skoðað ég held að það sé bara 60% af íbúðum í Vínarborg eru í eigu hins opinbera
það virðist virka. Og mest bæðirinn. En sko það er samt, það er sko að því fólk talar risk við að borgin fari inn í eitthvað svona, það eru þetta áhætta núverandi staða þar sem fólk ekki með öruggt heimili, það er áhættan fyrir okkur sem við verðum að bregðast við. Engin spurning. Og einn áhættan er það sem þú nefndir að þegar það kom á kreppunar, að þá er líklega hugmyndin eða opinbera gæti verið að mýkja niðursveifluna með því að framleiða þá húsnæði. Já, verktakar hafa alveg farið á hausinn, sko, og við erum með peninga, þetta eru peninga skattgreiðenda, þetta er ekki okkar peningar, þetta eru peningar þeirra sem eru að borga skattana og það verður að fara mjög vel með það og það má ekki riskir á mikið en það er hins vegar hægt að bjóða út verkefni sem þá fyrirfram ákveði hvað megi kosta og þarf ekki að fara fram á áætlun. Það verður bara gaman að skoða það. Eitthvað þarf að gera, ég meina við erum búin að vera í húsnæðiskreppu eiginlega frá 2011 held ég. Það er bara hannig og það er orðið 15 ár. Það er sérstakt sko, við erum að sitja hérna núna og það eru borgarstjórnarkosningar, sveitarstjórnarkosningar eftir 3 mánuði. Og ég verið að skoða eins umræðuna á Norðurlöndunum, það eru nákvæmlega sömu mál. Það er eins og þetta sé einhver náttúrulegum mál, það kemur COVID og svo kemur Úkraínustríðið og það verður svona svipu kreppa allstaðar. Við lendum ofta aðeins verri í því, kannski út af íslensku krónunni eða eitthvað, en við ég er að skoða í Svíþjóð og Noregi, þá er verið að tala um leikskóla, það er verið að tala um umferð og það er verið að tala um húsnæðismál. Þetta er bara megin þjónustan sem að borgin veitir. Þetta er bara lykil þjónusta og þetta er lykil mál til þess að samfélagi virki. Og þá er bara gaman að heyra að það fólk sé á tánum og sé að hugsa eins út fyrir boxið. Takk fyrir að við sem ekki að kjósa sorphirðu. Svo er það líka reynda stort mál í flestum löndum, sko. En eitt sko líka sem mér finnst mikilvægt að hugsa út fyrir boxið og því við erum núna með fasteignaskatta. Ef þú átt hérna íbúð þú þarfst að greiða ákveðin gjöld. Og væri ekki eðlilegt að til dæmis ungt fólk sem er nýbúið að kaupa sína íbúð og reyna að koma sér fyrir að það væri einhver slaki til þeirra sem eiga ekkert í íbúðinu sinni. Það væri fullkomlega eðlilegt. Þannig að það er alltaf öðruvísi sko ef þú átt íbúðina hérna skuldlaus, kannski búin að búa inn í 20 ár. Ég veit ekki hvað tekur langt tíma að kaupa íbúð, allavega en eða ef þú ert nýkomin inn, af því að ég er að heyra alls konar sögur sko af fólki sem er að kaupa íbúð og er einhvern veginn svona, þakklátt, en þar sé hann að vera að leigja út eitthvað herbergi inn í íbúðinni og ég þekki einu unga konu sem var sko að leigja út herbergi Airbnb til einhvern veginn að ná að eiga nægan pening og hún var alltaf að fá eitthvað svona, ég held að gesturinn hafi verið að skilja eftir svona miða sem henni fannst smá svona óþægilegt, svona skrýtna miða og skilabóð. Hún var alltaf bara ein í íbúðinni, alls konar svona, en samt einhvern veginn upplifir fólk bara, já, ég er í forréttindastöðu og þetta á ekki að vera svona rosa mikið hark, þetta á að vera bara auðveldara og bara alltaf næs að vera loksins búin að kaupa sér íbúð, sko. Fasteignagjöld eru mjög ósagjöld til samanburða við eignaskatta sem voru aflagðir, eignaskattar fóru náttúrulega til ríkisins. En í eignaskatt þá borgaru bara af eigðinni, en í fasteignaskjöldum ertu líka að borga af skuldinni, sem er svona, eins og þú ert að benda á, sem er svolítið ósagjöld og bætist ofan á þetta sem voru að tala um barnafjölskyldur og fleira. Það er náttúrulega leggst svolítið á skrýtnari skattlagning hjá þeim sem eru ungir. Og þeir sem eru tiltölu nýbúin að taka lán eru, í verðbólgunni hefa lánin hækkað. Já, og þetta hefur hækkað, eignaskattar eru svona veiga meiri þáttur núna heldur en var heldur fyrir svona 30-40 árum, ég held að. Herðu, annað mál sem að þeir munu þurfa að koma með svöru. Þú ert að tala um að, ef maður skoðar sveitarstjórnarkosningar í Skandinavíu, þá hefur verið að tala um sömu málin. En við getum líka tekið bara borgarstjórnarkosningar, það er alltaf verið að tala um sömu málin. Eitt sem að verið til að spóða upp á er Sundabraut sem hefur verið rætt í borgarstjórnarkosningum alla þessu öll. Hvað ætlaðu að gera við Sundabraut? Nú er Vegagerðin að biðja eitthvað svar frá Reykjavíkurborg. Hafið þið gefið svar eða? Nei. Sko, þetta er aðeins trikki. Sundabraut er búin að vera á dagskrá í áratugi. Þetta er ekki svo trikkið að taki marga áratugi að byggja eina brú. Nei, en sko núna er það þannig að Grafavogurinn vill ekki fá brú, þeir vilja fá undirgöng. Þar sem brúin eða göngin koma inn í hverfin verður óánægja. Og fulltrúar Reykvíkinga í Ráðhúsinu þurfa náttúrulega kannski fyrst og fremst að hugsa um þá sem búa í Reykjavík og þetta er mjög erfitt. Þar sem Sundabrautin mun koma inn verður óánægja. Þannig að sko það
þetta verður ekki gert nema að mjög góðu samráði við En þetta ekki bara ennið dæmi Rússland og Úkraínu, það ekki neitt friður í þessu, það verður deila við Grafavoginn. Að sumuleyti vegna þess að fyrst þetta byrjað að tala um þetta, þá áttu að vera braut í gegnum Grafavoginn. En síðan liður bara áratugirnir, hún ekki reist og þar vill fólk ekki fá hana þegar bara byggðin búin að jafna sig í kringum og vill ekki fá þetta. Þótt það hafi verið kannski góð hugmynd fyrir 25 árum, þá er hann bara aflit í dag. Já. Og einhver hefur þá bara súrnað einhvern veginn í skálinni og allt í einu málið eru bara næstu óleysanlegt. Já. Nei, ég held að þetta verði kosningamál. Það eru margir sem munu vilja berjast fyrir þessu, þetta að koma og þetta verði eitthvað lausn á umferðinni í Ártúnsbrekkunni meðal annars, sem náttúrulega bara orðin allt og erfið. En lausnin ekki einföld. Þetta eins og mörg önnur mál. Það ekki einfalt vegna þess að fólki sem býr í Vogabyggðinni eða Laugardalnum eða Grafarvogi vilja ekki fá miklar umferðargötur í gegnum hverfið sitt. Þú veist, og við getum ekki bara einhvern veginn vaðið yfir þetta fólk. Þá kannski bara þetta bora, eins og þarna í gegnum Grafavoginn, ef það að þú færir Sundabrautina og svo í gegnum Grafavoginn til þess að komast upp í Mosó. Það var á planinu, en kannski bara lausnin að bara bora þá í gegnum Grafavoginn. Hugsa bara lausna með það. Þetta mjög fallegt að svæði í Gufunesi. Þetta mjög rólegt, þú veist, það við komið þangað. Þetta bara mjög friðsælt þarna. Og náttúrulega ýmislegt sem að Gufunes hefur þurft að díla við samgönguleysi og samgöngutengingar. Það var svona hagkvæmt húsnæði sem var byggt þar og það semst fyrir fólk sem þurfti að vildi komast í hagkvæmt húsnæði og það svona hluti af því að vera í hagkvæmu húsnæði að kannski þurfi ekki bíl og margt fólk sem flutti þarna inn með það í huga að þurfi ekki bíl svo bara enga samgöngur. Það náttúrulega gengur ekki upp sko. Það eru bara mistök. Það verður boðið upp á Sundabraut en það verður líka boðið upp á borgarlínu eða ekki borgarlínu. Sanna, ég vil heyra hvað þú viltu borgarlínu eða viltu ekki borgarlínu? Já, ég mjög erfiðu sambandi við þetta hugtak borgarlína. Ég vil betri strætó, betri almenningssamgöngur sem það sem að borgarlína Framsetningin á öllu þessu máli hefur mér alltaf bara fundið svo erfið af því að þegar ég bauð mig fyrst fram árið 2018 að þá upplýði ég þetta þannig að sko stjórnmálafólk væri einhvern veginn búið að næla sér í einhverju þekkingu, setja fram eitthvað plan upp í einhverju glærikenningu og segja á okkur strætófarþega það kemur borgarlína eftir nokkur ár, verið glöð með það áætlun okkar. Rétt handa við hornið sælu úr. En þið sem í strætó núna og treysti á strætófarþegarnir, við ætlum ekki að vera að hlusta á það sem þið að segja til að bæta þjónustuna núna. Við ætlum bara að koma með eitthvað sem heitir borgarlína og þá ég bara að vera þakklátt og glöð. En auðvitað þarf að bæta hlutina núna eins og við höfum verið að gera, þú veist, við höfum verið að fjölga ferðum og það þarf að gera mjög margt svo fólk treysti strætó og hugsi bara að það hægt að treysta almenningssamgöngur. Þess vegna til að fara í borgarlínu þegar hún kemur. En ekki borgarlínan bara eins og stoppbrautar hluti strætó? Þetta rauninni forgangsakrin. Þú veist, þetta sé á forgangsakrin. Og síðan koma hríslast út í hverfin, þetta koma strætó. Það verið ídjalt. Á leiðinni þá dróðu þau svolítið út úr þjónustunni inn í hverfin, vegna þess að fókusin var á það að vera nógu fljótu frá Ártúnsholti niður í bæ, bara áður en það var að fara að tala um borgarlínuna. Og sumiliti var strætókerfið eitthvað leyti skaðað. Það var óendalega flókið að fara úr Vogahverfin inn í Fossvog og svo þið kannist við þetta. Þannig að þú ert að vísa í þá umræðu sem var það að strætófarþegar voru á þessu tíma vilja mjög óanæði með þjónustuna. Já, þannig að þú veist, allt sem borgarlína stendur fyrir til en mér framsetningin stundum sko ekki beint til að fá mann með fá fólki með sér í leið. Þú veist, þá eru vísa til þessar framsetningar á árunni 2018, 2019 sem ég fannst bara vera dálítið off. En hvað segir við fólk sem að segir byrju 300 pluss miljardar í borgarlínu það ekki bara fára? Það náttúrulega ekki í borgarlínu. Það allur samgöngusáttmálinn. Þú veist, inni því eru brýr og það er margt í þessu sko. Þannig að sko, ég alveg sammálaðir að veist, eins og ég var spenntu fyrir þessu til að byrja með. Þá fær borgarlína sem konsept fær rosalega slæma umfjöllun og hefur gert í mörg ár. En skammar eins og þétting byggðar? Skammar eins og þétting byggðar. Ég hins vegar sko, þú veist, við búum í bílaborg
við erum 140.000 manns í Reykjavík og svona Reykjavíksvæði töluvert stærra og það er engin ein lausn. Þannig að one more lane, bara ein akburði viðbót og allt lagast. Það bara gerist ekki. Það er búið að reyna út allt. Þannig að við þurfum sterkar og betri almenningssamgöngur. Aðgengilegri, þægilegri, nálægt íbúakjörnum og það verður virkilega góður valkostur að setjast með bókin í strætó og fara að ferða sinna. Eins og mjög oft gert í útlöndum. Og það þarf bara, 10% færri að keyra bíl, þá mun allt ganga betur. Og ef við getum gert strætó, almenningssamgöngur, borgarlínu, það má valla tala um borgarlínu lengur, en bara almenningssamgöngur betri, þá mun vera þægilega að keyra bíl. Þannig að ég styð borgarlínu algjörlega eða sterkari almenningssamgöngur, menn það er engin önnur lausn. Við erum að glíma við mengun í dag á við stærstu borgirnar. Það er talað um að séu 60-80 döðsföll á ári sem þetta rekja til mengunar. Hugsið ykkur. Og við tölum ekkert um þetta, við gerum ekkert í þessu. Börn sem búa við stofnbrautir geta ekki farið út í leikskólanum sinum út af mengun. Við erum 140.000 manns. Þetta er í rauninni eina lausnin að almenningssamgöngur fyrir ákveðna hópa. Og ég vil bara taka það fram, auðvitað fara ekki allir í strætó. Það verður bara, við erum aðeins að fækka bílferðum til þess að það gangi allt betur. En þetta er búið að vera mjög lengi á leiðinni. En á tímanum, á meðan að vera að bíða með lausnir, að þá, fjölgar ekki bílum 30 á viku eða hvað? Ekki 70 á viku. 60-70 viku. Þannig að þegar var að vera að tala um að vera brýnt að leggja á borgarlínu, þá hefur skaðin eiginlega aukist kannski 30-40%. Já, það er bara aldrei verið brýnna. Ef þetta heldur áfram svona að við fjölgum bílum 60, þetta er á höfuðborgarsvæðinu, 60 bíla á viku, þá er bara aldrei meiri, bara urgency. Við þurfum bara á betri samgöngum almenningssamgöngum að halda. Það er bara nauðsynlegt. Þetta sýnir fram að mikilvæg þess að við þurfum að fjárfesta í almenningssamgöngum. Það má kosta. Það er bara eðlilegt. Það er allt í lagi að kalla þetta borgarlínu. Já. Það er allt í lagi. Er það? Já, við verðum að tala upp aftur, þetta er þetta rapid transit kerfi, sem er bara hrað, strætó og leið, þannig að þú býrð eitthvað staðinn sem mjög margir í Reykjavík búa austarlega í byggðinni en vinna vestarlega í byggðinni. Og það þarf að komast hratt og örugglega á milli og það er þetta kerfi. Strætókerfið heldur alveg áfram. Það var bara að efla það inn í hverfin. Þannig að þetta verður mikil bylting, það verða vaxtarverkir og þetta verður leiðilegt meðandir í byggingu og meðandir í umræðinni, leiðótti komið af stað. Þá mun þetta virka eins og þetta gerir allstaðar annars staðar í heiminum. Já, ég hef stundum sagt að það er engin borg í heiminum sem sér eftir því að það byggt almenningssamgöngur. En þessi brú, þannig er náttúrulega hluta af þessu, þessi fosforsbrú, það er náttúrulega hluta af þessu. Þannig að það er ekki eins og það sé... Bara fyrir strætó og gangandi og hjólandi. Loksins eitthvað fyrir okkur, segi ég nú bara. Loksins. Þú hafa alveg sér, vilt ekki að ganga við brú sem að bílandi með líka? Í alvörunni, stundum er maður að fríka út og halda bara að einhver bíl sé að fara að koma að keyra yfir mann. Maður snattast hérna í skeifunni og snattast, ég bara eitthvað byttu, hvað á ég að labba yfir? Því maður hlaupandi í götu og ég stundur bara í alvörunni. Ert þú eiginlega einhverjum í strætó? Já. Þetta er bara... Ég var í skeifunum daginn, það er rosalegt. Það ætti að vera íþróttagrein að vera gangandi í skeifunni. En mér gott að þú talar um mengun því að ég er með þannig lungun að ég finn fyrir nagladeikjanum. Og ég finn til þess fyrir því og fann fyrir því að ringdi ekkert í janúar. Og þá var ég bara ekki upp á mitt besta út af því. Og þannig að við verðum náttúrulega að bregðast eitthvað við. Ég er ekki viðkominn. Ég er ekki, með einhverju undirliggjandi sjúkdóm. Ég er ekki svona, ég bara er svona aðeins í aðrinum á því að vera ekki með alveg heil lungu, Ég finn líka fyrir þessu. Ég finn út að labba með hundin á morgnana og bara finn fyrir þessu. Já. Þetta er náttúrulega, og þegar borgir sem ég ólst upp í, þá var náttúrulega alltaf rok, þannig að það var aldrei mengun. En þá var það líka bjart, að það var borgin átti orkuveituna og lýsti upp götunar, var mjög bjart. Síðan kom hrunið og þá sparaði borgin með því að kaupa minna af orku í götuljósin af eigin fyrirtæki, af því þetta var búið að markaðsvæða og svona.
Þannig að það og þegar ég var að hugsa þetta daginn því ég ætlaði næstu að fara að tuða hérna yfir sorp hirðinni, að ég man að borgin bara tók sorpið. En núna einhvern veginn búið að berja í mann að maður í að borga fyrir þetta og hvað þetta á að vera og eins og við séum öll orðin bara við að vinna sameiginlega í sorphirðinni. Mátti ekki bara vera þannig að borgin bara taki sorpið og borgin bara sjá þetta. Nei, mér finnst alltaf að flokka, sko. Það er svo sjaldan tekið sorpið, sko. Ef einn í íbúðin að flytja, þá til dæmis bara vandamál með sorpið í viku eftir. Þetta er mjög gott hjá mér. Bara 18. frestið að guðma þetta. Þetta er mjög gott hjá mér. Við erum með sko plast og pappirinn, neyri, þannig að ég þarf ekki eins og lappa í sorpi með þetta. Það er bara... Við erum með plast og pappír og lífrænt. Þetta er ekki flesti með það? Ég heyrði ekki og þess vegna var ég með þessu hissa. Ég var bara fer ekki bara niður með, nei það er að fyrir sorpi, ég alveg, hvar býrst þú? Það er ekki gler og svona. Ég var var ég að ferðast og var í rúma viku í Róm. Þeir eru með 7 flokka, sko. Og það ég var búin að ná þessu þarna eftir 7. Þeir taka batteríin og þeir taka málmann og þeir taka glerinn og þeir eru inn í í þröngum götum og ráða við þetta, sko. En það er eitthvað. Er þetta ekki góð fyrirtæki sem að sjá sorphirðina á Ítalíu? Er þetta ekki alltaf mafía? Það var ekki Feni, það sem var Napoli. Napoli? Já, ég held ekki. Herðu, en það gæti verið að kosningarnar myndu, að því við erum að lifa aukna skautum í samfélaginu. Það gæti verið að sér það svolítið áherslum til dæmis hjá nýjum oddvita Miðflokksins og sumuleyti ég var að tala við okkar borg og ég meina og maður veit að svona sjónarmið ná langt inn í Sjálfstæðisflokkin. Það gæti verið að myndi svona skiptast svolítið. Er borgarlína, ekki borgarlína. Er fyrirtækjalausn í leikskólamálum og ekki fyrirtækjalausn. Þið kannast við þetta. Og mér fannst þú svolítið þegar þú varst að komst inn á völlin, svolítið tala þetta hvar samfélgin ætti að vera og tala innflytjendur og fleira til þess að tala gegn þessum háværu röddum sem eru í samfélaginu sem vilja stilla þessu upp. Gætu kosningarnar snúist þetta? Viljum við fjölmenningarlega borg, einhvern veginn mildari eða viljum við bara borg sem að virkar fyrir þann sem á bíl og... Akkurat. Þú sagðir í byrjun, tölum saman á þann, að þú vildir ekki vera að setja einhvern stimpil á okkur. Mér finnst það allt í lagi. Mér finnst pólitík undanfarin ár vera mjög lítið svona hugmyndafræðileg. Eina hugmyndafræðin er rauninni bara á fjarhægri vængnum. Það er mjög skýr hugmyndafræði, en aðrir einhvern veginn mjög feimni við að tala hugmyndafræði, nema mögulega sósíalistar. Þannig að það er kannski lengsli vinstri og lengsli hægri sem einhvern þóra að tala hugmyndafræði. Ég vil bara fara aftur í back to basics í bara algjöra jafnaðarmennsku sem bara sósíaldemókratar á Norðurlöndunum byggðu flokkarnir sinna á og byggðu til þetta samfélag sem við þekkjum í dag. Og þá held ég að þetta verði svona skýr valkostur í kosningunum að þeir sem eru annars vegar með þessa hugmyndafræði að fara kannski halla sér lengra til hægri og hinir sem eru á jafnaðarmannavagninum. Ég held að vera skýrt fyrir kjósendur. Ég vona að umræðan verði... Þú vonar að kosningarnar snúist þetta? Nei, ég vona að það verði á hugmyndafræðilegum nótum, en núna erum við á hugmyndafræðilegum svona krossgötum. Annars vegar með bara svona pólitíska hugmyndafræði og síðan sýn á hvernig borg viljum við byggja. Viljum við halda áfram að byggja upp menningaborg eða mannlífsborg sem ég held að við viljum vera, en við höfum drift inn dálítið mikið en við gerum það ekki, þá er hinn möguleikin að búa til eitthvað svona bandarískra bílaborg. Menningaborgin og svona mannlífsborgin Reykjavík sem er háskólaborg. Áttu okkur á því að Reykjavík er stór háskólaborg eða háskólabær. Við erum menningaborg og við erum íþróttaborg og núna erum við orðin fjölmenningarsamfélag. Þetta er allt sem við elskum. En svo eru aðrir sem kannski vilja fara aðra átt. Þannig ég held að þessi aftur komin skýr svona valkostur þarna og ég held að það sé bara gott að kjósendur viti hverju þið ganga að.
Þannig að þú vilt halda þig fram að sterkustu samfélagin heiminum eru fjölmenningarlegi samfélag. Já. Það eru eftirsóknarverðustu borgirnar og eftirsóknarverðustu svæði í heiminum sem eru þannig. Já. Það sem mest í hagvöxturinn og fólki líður best. Öfugt það sem að andstæðingarnir mun halda því fram að fjölmenning sé bara skammarinn, þessi svo þétt í byggðar og borgarlinu. Já, og mér finnst umræðan stundum dálítið sorglega þetta allt saman. Ég held að það sé búið að gerast núna og kannski alltaf verið, en með bara samfélagsmiðlum þá auðveldar að ná til fólks, að við erum að reyna að skilgruna, finna okkur sjálf í ykkur samfélagi og þá búum við til eitthvað us and them, við gerum us and them á okkur, að þú veist, áður voru það menn og konur og núna þetta einhvern veginn til þess að þekkja sjálfan sig, þá erum að hafa einhvern andstæðing og andstæðingurinn er oftast litaður eða núna múslimi, það er aðalmálið, múslimi, það eru andstæðingar og þeir eru með einhvern veginn alltaf hugmynd hvernig lífið er að vera. Þetta eru til dæmi það eru líka dæmi Íslendingar sem vilja hafa allt öðruvísi, hafa lífið öðruvísi heldur en flestir. Þannig að sko ég held að þetta geti verið alveg kosningamál þó þetta sé á sveitarstjórnarstígi, þá er það bara hvernig borg við viljum byggja, hvernig, þú veist, eitthvað svona solidaritet er ekkert í tísku lengur að þú veist, hjálpa hverjum öðrum. En ég held við getum sett það aftur á dagskrá. Og þú trúir að Hjörtur slá eins í Gaza og Grindavík? Já, ég held það. Já, akkurat. Við erum bara fólk, sko. Og ég held að það sé, þú veist, við gerum bara kröfur á okkur í borginni eða á landinu. Við erum bæðið með réttindi og það eru kröfur gerðar til okkar og við gerum bara svipaða kröfur til allra. Og þá held ég að okkur vegni vel. Þú kannast við þessa skautun í umræðinni. Þú eru kölluð að setja ekki sósíalisti, þú veist alltaf bara woke og eitthvað meira. Það er með alls konar skautunum alls þar. Telurðu líklegt að kosningarnar muni einhver leyti hverfastu þetta? Já, ég held það. Ég held að sé líka út af því að það er bara fullt af fólki að ströggla. Það er að leita einhverjum blórabagli sem getur bent á og sagt þetta er ástæðan fyrir allt er í voli hjá mér. Af því að það er einmitt okkar ábyrgð og hlutverk að draga upp myndastöðun eins og hún er. Og eins og ég sé þetta, þá getum við alveg öll búið þarna saman í sátt og samlyndi og haft það gott. En það er út af að við þurfum að ræða bara ójöfnuðinn og vinna gegn honum, þú veist, byggja hér, hafa hérna jöfnuð, að það sé áherslu atriði að vinna gegn ójöfnuðinum og að það sé einhvern veginn það sem við viljum saman vera að vinna að í staðin fyrir að vera föst í þessu sundrungu að kenna einhverjum öðrum hópum það sem að afvegalega fer. Þannig ég held að það sé dálítið við þurfum að fá sem flesta með okkur í það mission, svo ég sletti, en ég ætla líka eitt, af því að ég heyri hérna tala, sko, bara hvað er fjárhægri? Er þá til eitthvað nærhægri sem er meira næs sem að þú myndir vilja vinna með, eða ég bara reyna að skilja, sko, fjárhægri? Þetta er eitthvað svona... Þetta er rosalega viðkvæm umræða, sko, ég held að það sé auðveldast að segja að fjárhægri sé svona maga, þú veist, make America great again. Við höfum séð þetta kemur aðeins, þetta er náttúrulega, smá fasismi, maður bara vill ekki setja stimpilinn, leiðum að byrja að kalla einhvern rasista, þá bara getur maður hægt að tala, þá bara klárast umræðan. Hægri eru önnur, bara svona, þetta klassíska hægri eða íhaldshægri, þú veist, það eru allt önnur sjónarmið. Þetta er þessi ásar tveir sem við þekkjum bara, það er vinstri og hægri, þú ert kannski lengsli vinstri og svo er einhver í sjálfstæðisflokknum, kalla sig frjálshyggjumenn, þeir eru lengsla hægri, svo er það hinn ásinn sem eru liberal eða hérna... Og þú ert vinstri liberal? Já. Og libbi, eins og... Libbi, sem líka orðið ekki mjög töff í dag. Það er megnið þessu merkimiðu, þess vegna var ég nú að byrja afsökunar á þeim, en merkimiðu verður þetta svona skítur í þessu merkimiður. Þeir verða það mjög fljótt. Já. Svo fjölmenning og... Bókið maður. En með sko hugmyndafræði, þú veist, vinstri og hægri, mér finnst, sko eins og í borgarstjórn, þá finnst mér verið að koma skýrt fram núna þessu umræða, en hún var það ekki. Nei. Þú veist, við vorum meira að taka afstöð til pælingana og ég man fyrst þegar ég byrjaði, ég var svona fúl, því ég held að ég væri bara eitthvað, við erum að fara að rökra á hugmyndafræðilegum grundvelli, sem við gerðum ekki alveg fyrst. En þú veist, mér finnst stundum ekki alveg skýrt hvort að fólk líta á sig, þú veist, til vinstri eða ekki og þú veist, þá er komnir einhverju aðri kvarðar og talaði að vinstri og hægri skipti ekki máli, mér finnst það bara skipta mjög miklu máli. Skipti heilmiklu máli, en það er kannski á sveitarstjórnarstiginu er það kannski aðeins minna mál heldur en á alþingi. Við erum ekki að ákvarða skattprósentur í ráðhúsinu. Það er margar ákvarðanir sem teknar sem að skipta miklu máli til dæmis bara völd okkar í nærumhverfinu, aðgengi barnanna okkar að tónstundum og hérna bara, stéttaskiptingu og skautun og... Fátækt, menn hún er ekki rædd einu sinni.
Sko þið talið bæði eins og að við sem fara að kjósa svona hvernig borg við viljum. Þegar ég hlusta á aðra sem að koma fram á völlin, þá það sem að fólk vill bara borg sem virkar. Það er eiginlega bara 0 hugmyndafræði, sko. Hvernig er það að tala við það fólk? Nei, það er hárrétt. Þetta er þrennt í rauninni. Þetta er hugmyndafræðin. Ég held að þú hefur þess að sagt borg sem virkar. Já, þetta er hugmyndafræðin og svo er þetta sýnin á hvernig borg við viljum hafa og svo er þetta bara verkefnin. Hvaða verkefni við vitum að það er verið, við vitum svona nokkurt veginn hver verða kosningamálin núna. Bara nokkurt veginn það sem við verðum að tala leikskólarnir, skólarnir, mögulega verður inngildingin, kannski verður það fátæktin, það verður húsnæðismál, það verður umferðin, það verður borgarlína, þetta eru þessi mál sem verður rættum, það er 100%. Og við flokkarnir þurfum öll að vera með okkar stefnur í þeim málum, en ég vil, eins og sannlega að segja, það kom inn á óvart að hvað er lítið svona hugmyndafræðileg umræða bara á þessu pólitíska leveli. Ég vil á þessum tíma, svona það er dálítið langt í kosningar, ég vil aðeins taka þetta upp á það level, áður förum að leysa, allir flokkarnir munu leysa öll þessi mál, allir munu vita hvað verða kosningamál, svo verðum við mismunandi lausnir á þessum málum. En ég vildi bara taka þetta aðeins Þau vilja hafa umræðin hvers vegna líka, ekki bara hvað við erum að gera. Já. Og líka sko að þetta snýst ekki að við séum einmitt að segja eitthvað, herðu, við erum með stefnu, hún er svo flott, kjósi okkur, heldur tala við fólki sem er ósammála okkur og vera bara, ok, hvað finnst þér, hvernig erum við ekki að tala til þín í þessu stefnu? Og þannig að það er ekki bara okkar að hlusta fólk, heldur líka bara svona sækjast eftir því að heyra einmitt þessar fjölbreyttu raddir og líka þeirra sem kannski tjá sig ekki einhver mál, sko. En síðan verður náttúrulega bara uppboð, þannig voru síðustu kosningar. Ég held að allir flokkarnir hafa lofað því að bara taka við öllum börnum sem einsálsöldig. Það var bara uppboð. Bara áður en það fæddust. Já, áður en það fæddust og það var bara ég sjáu umferðarteppinu ég ætla að leysa hana. Sjáu ég á að vera brú, ég ætla að byggja hana. Sjáu þið þetta vandamál, ég ætla að leysa það. Og ég meina það er sumuleyti líka hætt við að kosningarna verði bara þannig og það gerist oft því miður. Og það kannski er ástæða fyrir því að borgarstjórn nýtur alveg ævintýrilega lélegs eða lítis fylgis eða lítis trausts. Það er sko, ég held að sé bara yfir 80% reyndar á landsvísu sem segjast ekki, bera mikils traust til borgarstjórnar. Hvað sem svona kannanir segja, þá segir þetta einhverja sögu. Og ég held að það kannski sé vegna þess að það er búið að lofa upp í ermina á sér og ekki staðið við það. Og við höfum ekki verið nógu dugleg hvorki að hlusta né að tjá okkur við fólk og það hlýtur að verða á næsta kjörtímabili verkefni meirihlutans hver sem að verður að ná til fólksins aftur og við verðum að vinna aftur traust borgarbúa. Það hlýtur að vera mjög ofalega hjá öllum flokkum. Þannig að ég vonandi að verði ekki einhvern veginn svona uppboð á stærstu og flottustu hugmyndunum. Herðu, Sanna, hvernig kemur nafn á frambúðið þitt? Í vikunni? Bráðum. Fylgist þið spennt með. Hvaða auglýsingastofur að vinna day and night? Alls konar mjög öflugir sjálfboðaliðar. Þetta er skemmtilegt. Þú verður á lista Samfylkingarinnar. Það er ljóst, Pétur. Já, og það var eftir að kynna listan, 28. sem hann kemur. Já. Herðu, gaman að fá ykkur hérna að tala borgarmálin, Sanna og Pétur og gangi ykkur bara allt í heim. Takk kærlega. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið okkar og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.